Velkomin í þátt á kallakonum sem kemur á undan öðrum þætti. Kallakonum. Já. Hvað byrjum á þetta? Ég veit það ekki. Þú bara bendir á mig. Ég var búin að gera, sko, ég gerði fyrir síðustu 2 þætti. Ég var búin að gera alltaf marga hægt. Hvað fór Maytheist á klósettið? Já, hann Mattias hann fór bara salum. En þetta... Fyrsta mál dagskrá, ekki fannar svona chaotic good? Já, en ég horfði svona ekki að hraða fyrir guði. Af hverju? Ég haf bara ekki tíma, ég ætla að horfa það í kvöld. En ég sá þarna þess að segja um yngri serum á TikTok. En þetta kallakomin þáttur 51. Já. Við erum núna komin yfir, við erum meira en hálfnar. Við erum byrjaðir. Ég kom með ný gleru. Er það komið ný gleru? Já. Já, ok, pabbi minn hafði rétt fyrir undir munntöku eftir því. Við því að þeir eru öðruvísi í laginu. Já, nei. Eða þú smá. Mér leist ekki vel á því hvernig mér leit út með þessi gleru. Já. Pabbi og mamma skildu það ekki. Þau veist ég bara líta betur út. Þess að gleru mín voru svo lítil. Já. Ég svo íhaldsamur. Íhaldsamur? Eins og í pólitík? Meinar vanafastur? Ég er örugglega... Þú meinar vanafastur? Bæði. Já, íhaldsamur. Ég er mest íhaldsamasti og vanafastasti vinstri maður á jörðinu, sko. Já. Þú veist, enginn getur verið meiri íhaldsamari vinstri maður heldur en ég, sko. Já, en veitu hvað, þannig að, af hverju varstu nýgleru? Út af því að það var bara máli, sko, að gleru mín voru orðin of lítil. Já. Glerin voru eitthvað biluð. Það var alltaf að koma skítur í gleru bara á 1 sekúndu, sko. Já. Þegar ég setti það á mig, bara út um allt, sko. Já. Þannig ég þurfti alltaf að þrífa þau með sápu og vatni og eitthvað. Já. Og það var bara óþolandi og nú er ég komið stærri, betri. Lætur nefið mitt og augum mín, þú veist, það lætur nefið mitt vera stærra og lætur augum mín vera minni. Vistu það ekki? Jú. Ógeðslega skrítið, sko. Já. En þarna... það mikilvægasta sem ákveðið að segja í þessum þætti er að ég frétti að því að það var einhver byrjun á einhverju vídeo hjá Blaze the Movie Fan og hann var að segja I'm off to work to Metro og þá fattaði ég Blaze the Movie Fan vinnur hjá Metro. Já, hann er bara fótug og við getum fundið hann. Já, af hverju gera það ekki? Í Metro. Já. Veitu hvað, það eru 2 metrar, það eru í Kópavogi og í Skeifunni. Í Skeifunni? Vinnur hann í Skeifunni? Ok. Nei. En hvað, ég held að hann er örugglega í Kópavogi, sko. Já. Eru bara 2 metrar? Já, það eru bara 2 metrar, sko. Hann er kannski í Kópavogi. En áttu taktu betra myndan, það skiptir ekki máli. En aðalmáli er mér langar að hitta. Já. Mér langar að fá mynd með honum. Já, hvað, hann er bara ekki í vinnuna að grilla hamburger, þú bara, ég kom með hans í eldhús, ég ætla að fá selfie með Blaze hérna. Ég meina, af hverju myndi ég ekki vilja það? Já, þú mátt ekki fara bara inn í eldhúsi og metra að fá selfie með Blaze. Nei, bara núna loksins veit ég hvað hann vinnur. Og hann er ekkert að vinna alltaf, hann er kannski bara eitthvað Já, hann er kannski bara á sunnudögum. Já, kannski bara sunnudögum, frá 2-8 eða eitthvað, skilur. Þetta er bara mjög mismunandi, það, þú veit eiginlega engur nær. Ég myndi frekar bara heim til hans. Hann er örugglega já.is. Þú bara dingla hjá hann á já.is. Hlýtur að vera. Bjarni H. Sigfússon. Já, ég skal finna það. Bjarni H. Sigfússon. Þú segir það bara við hann. Herru, ég er aðdáandi. Má ég fá myndin þér? Hvað ef hann svara, ef við hringjum í hann og hann myndi svara svona hello?
Ég var að hringja í hann ef hann að Jópanris í þetta. Ég veit það ekki, sko. Hann er ekki talin sem frægmanneskja. Nei, við getum bara sagt við erum að gera hlaðvarp og við erum aðdáandi þínir og við tölum bara ensku við hann. Spyrja nokkra spurningar við þig. Það bara eðlilegt að segja það eitthvað. Já, ég getum bara gert það. En þarna, já, ég horfði á þarna Vacation myndina með Adams. Já, núna fæ ég vita hvað þið fannst það. Mér fannst þú skemmtileg. Já, með þetta hug. Ég bara, þú veist, ég átti ekki von á því. Nei. En þetta svona eiginlega, þú veist, þetta eiginlega betri myndi ef að þetta tengist ekki National Lampoon's Vacation. Veitu hvað, heitir hann Bjarni H. Sigfússon? Bjarni H. Sigfússon. Hvað sendur háað fyrir? Ég veit það ekki. Ok, það engin Bjarni H. Sigfússon, það eitthvað Bjarni, nei, þetta eitthvað. Já, við þurfum að vita sko millinafnum þess að. Já, þetta gengur upp. En þið fannst það bara ágætt. Já, mér fannst það mjög fyndið sko. Já, ég væri samt til þess að meira Chevy og Beverly D'Angelo. Já, auðvitað voruð ekki að fara að vera með eitthvað stórt hlutverk í þessu. En þú veist, þið máttu, af hverju komu þau ekki með í skemmtigarðana eitthvað? Þú veist hvernig þú svona stutt, þú veist svona ég mjög mikið að myndum gera þetta sko. Þið fá svona upprunalega leikarana og þeir eiga ekki að vera lengi. Nei, ok, ég skil þetta alveg. En þannig að mér fannst húmorinn í Vacation bara að vera mjög fyndin sko. Já, veitu hvað komum við dæmi okkar fyndinu moment? Þegar Chris Hemsworth gaurinn fór þarna inn í svefnherbergið þarna. Já. Og var alltaf, þú veist, að sína Guður. Hvað? Ég bara fleiri. Hvernig þetta bara af? Ég þarna, já, mér fannst þau bara þetta atriði vera mjög fyndið sko. Og svo fannst mér líka þarna, ég bara átti einmitt vonaði sko þegar það kom þessi stelpa í þarna ragmaks, þarna kappastusbílnum þarna við hliðina á þarna bílnum hjá Ed Helms. Ég vissi að þeir voru að fara að gera eitthvað öðruvísi og láta að vera að kyrða bíl. Það var dálítið fyrir sjónum eftir samt fyndið sko. Það var endar stóli grín úr Family Guy. Úr Family Guy? Já, þeir gerði henni svona grín á upprunalega Vacation og það var svona kyrt á bílinn. Og það var á undan að Vacation 2015 myndin kom út. Já, í hverju mér ekki segja þetta í Family Guy. Þeim eru örugglega alveg druglu saman. Það er svona fucking miljón Family Guy brandarar. Já. Og mjög mikið af þeim eru kannski ekki góðir sko. En þarna mér fannst þetta bara að vera góð mynd sko. Já. Þarna ég var bara að pæli sko að sína foreldri mínu þessa mynd sko, en sem ég líður eins og pabbi myndi hafa mjög gaman að henni. Þú horfður bara á hana einn? Ég horfði á hana einn, já. Og svo bara einn heima? Já, ég nefnilega, þú veist, þetta var á 50-daginn. Já. Það var foreldraviðtal og eitthvað. Já. Þau voru eitthvað farin í vinnu og ég bara hugsaði, núna væri góð tími til þess að fara á Viaplay og kíkja á eitthvað. En þau eru líka með European og kissin á Viaplay. Já. Ætlarðu ekki að horfa á hana líka? Nei. Af hverju ekki? Af hverju, þú veist, þér fannst þú ekki sérstök. Já, mér fannst þú ekki sérstök, en þetta er samt alveg, maður er samt að sjá þessa mynd, sko. Þetta er alveg worth watching með því samt að, þetta er Vacation mynd. Ég sé það, þú veit að sjá hana. En þarna, já, svo prófaði ég að horfa á byrjun á Scary Movie 3. Og hvað, þú gafst upp á hana? Nei, bara mér fannst þetta agalegt. Hvað finnst þetta ekki að vera að fara? Hvernig finnst þetta að vera skemmtilegt? Hvað, Scary Movie 3? Já. Mér fannst Scary Movie 3 ekki það eitthvað? Nei, var það ekki Scary Movie 2 sem þið fannst að vera svo hræðileg? Jú, hún er hræðileg. Svo versta, en þið fannst 4 vera best. Já, mér fannst 1 vera best og 4. 1 og 4. Já, 1 og 4 eru frábær. Var Leslie Nielsen í 4? Já. Já, og Dr. Phil og Shaq. Já, og Mike Tyson og fullt ekki aðeins, sko. Var Ok, sko Matti. Þetta er ekki Matti. Nei, ekki fyrir eitthvað svo. Þetta er tvíburinn Nei. Dr. Frankenstein. Nei, ekki, nei. Veistu hvað ég heiti? Mattías. Nei. Ég er ekki til í þetta rugl, sko.
Fá einhvern gesti Willum Þór. Nei, ég er að fokki ykkur. Ég er Matti. Þannig Fanny. Mattías, mér langaði að segja þarna, þetta mikilvæga sem mér langaði að segja ykkur þarna, er að þarna, Blaze the Movie Fan sagði það í einu vídeói að hann væri á leiðinu, þannig að hann mjög ofta að taka upp vídeó eitthvað labbandi úti og hann sagði að hann var á leiðinu í vinnuna og það metro. Þannig að hann vinnur hjá metro og við getum farið annarkvort í metro í Skeifunni eða í Kópavogi á einhverjum degi. Ég var að tjekka hver þetta vídeó kom út. Já, en sko, þetta samt þannig að þetta samt ógeðslega creepy shit sem ég að plana. Já, og sko, hvað vinnur hann? Ef hann vinnur út í afgreiðslinu, þá getur hann gert það. Kannski hann bara að vinna við að elda borgara. Hann örugglega að vinna í afgreiðslinu. Ég get ekki séð hann fyrir mér að búa til einhverja hamborgara á baki, sko. Já, þú veist það ekki. Nei, ég veit það ekki, sko. Kannski vinna hann í bílalóni. Hann örugglega bara með svona falna myndavél þar sem bara að gera svona review á meðan hann í afgreiðslinu, skilji. Svona hvísla. Hello everybody, today we are... I thought European vacation was actually okay. Já, góða næma. Bara eitthvað svona. Já. Skilur. Hvað ert að vesurast í mæknum? Haltu kjafti. Hvað ert að vesurast í mæknum? Ég bara... Hættu þessu. Podmæk. Þetta er podmæk. Hættu að snúa þessu. Ég var að kíkja. Armundur. Já. Hvað gerðir þú í gær? Ég fór í sund. Nei. Jú, hann fór vist í sund, ég var með honum. Já. Maggi líka. Já. Ég var veikur. Þú veikur í gær? Já. Akkur er þú ekki veikur í dag? Því að þetta var bara eitthvað pínlítið. Ég treysti mér ekki til þess að fara út þannig að... Já. Góði þeir var með eitthvað svaka pest og eitthvað svona. Já, við fórum í Laugardalsleina og ég var að skoða þarna stúkuna. Inni stúkuna. Inni stúkuna? Já, þú veist það er svona stúka inni laugina. Já. Það er bara að labba þar, sko. Já. Það er bara löglegt. Já. Það er bara leiðilegt. Nei, það er löglegt. Það er gaman að skoða. Vondi. Já. Akkur standandi svona? Bara. En ég verð að segja eina lögulega fréttir. Já. Að ég held að Jón Gnarr hann hatar í alveg ekki Seltjarnarnes. Vegna þess að í beint í bílinn nýjasta þættinum þá var hringt, eða ekki nýjasta, þetta er bara nýjast sem ég hlusta, þá var hringt í Jón Gnarr. Já, ok. Já. Og hann var ekki að tala eitthvað, já, ég er náttúrulega Seltjarnarnesi, yndislegu bær, alltaf gaman að Seltjarnarnesi. Var sjálfstæðist fólk og klápa. Já, og ég held að hann var Seltjarnarnes hattur þetta, það tolla hlið á Seltjarnarnes. En núna er hann bara, já, hvernig veistu, frábært. Kannski var hann með kaldhæðni? Nei, þetta var ekki kaldhæðni. Hann bara... Já, ég er alveg druglu sama hvaða bæ hún líkar ekki við. Já, þetta er leiðilegt. Því alltaf eitthvað að spá í því, hvað Búðardalur er umulegur. Seltjarnarnes er bara vondubar. Á mér er bara alveg sama, sko. Þetta er Jón Gnarr í góðan á hann. Já. En þú varst að senda mér í dag, Armundur, að Chris Hemsworth væri með Alzheimer. Já, hann var Alzheimer. Guðmund góður. Hann bara ekki verið að leika aftur. Það þarf bara að sína honum alla Þórmyndina sem hún leikið í og bara, manstu þegar þú varst þarna og bara, nei. Skilur. Já. Gerðu það bara. Ég liði með íkla þegar hann er gæð. Chris Hemsworth. Já. Leikið Vacation 2015 og mun aldrei muna eftir því framar. Já, þú veist, Alzheimer kannski alveg. Nei. Já, því. Þetta er svo mjög snett Alzheimer, Guðmund góður. hann er ekki 50. Ég var einmitt að horfa, hann er ekki 50. Hvað er hann? Hann er kannski eitthvað 40 eða eitthvað. Þetta ég skal fann það. Þannig að ég var ekki fyrir löngu síðan að horfa á mynd sem hefur að gera með early Alzheimer, sko. Já, þú veist að tala það. Já, í einu þætti. Orðið á hraðfréttir í gær. Þannig að, já, ég horfði á hraðfréttir í gær. Já. Nei, ég náði ekki. En hann sá Ingu Sæland. Já, ég netti ekki. Það var ekki droslega gott, sko. Nei, ég netti aldrei ekki að horfa. Fæði gæði húsnæði, bara aftur. Þá ég líka að Inga Sæland var ekki að standa sig vel í að halda í sér hláturinu. Nei. Hún átti ekki að gera það. Nei, því þarna, nei. Hún bara... Já, hún er ekki professional eins og Benni, sko. Hvað vissum það? Benni er ekki heldur professional. Ef það eru einhverjum sem voru góður í að halda í sér hláturinu, þá voru það Friðrik Dór og Gummi Ben, sko. Holy shit. Pabbi var impressed.
Hvernig nær maður að halda inn í sér hlátrinum? Hvað fannst þér þetta að vera svona að finna þið? Já. Svo já, þeir ekki að góða þau voru, held ég. Nei, augljóslega ekki. Mér finnst þess að seri ekki með að vera það góð. Ok. Miðað við, til dæmis, fyrir Sko, ég skil ekki, hvernig stendur á því að þættirni verða bara verði? Ekki svo að hugmyndina eru búin að þetta byggt á fréttunum. Í fyrra, þannig að jólaættin sem við gerum fyrra, þeir voru með eitthvað þér. Já, þeir voru frábærir. Já, það eru bara svo frábærir. Þessi er ekkert neginn, þeir að sína svo alltaf mikið á gamlu maturinn. Já, þetta var sko hálfur þátturinn var bara gaman. Það er þeir fyndin en það. Mér finnst líka aðturinn var miklu lengri og svona letilegar, það er ekkert eitthvað svona mikið að grína, þetta er hraðfrétt, það er bara svona hratt og fyndið. Mér finnst sko, þetta er bara svona skets. Mér finnst það sumstaðar, þá hafði þetta verið kaos eiginlega. Já. Þetta er svo þeir voru 4 lífast. Ég held að það hefur fundið og sem bara allt í einhver heimilisleismadur að borða samlokur og bara, hver er þú? Það ég og það bara, það vant að vera kaos í þetta. Hvað er kaosin? Það vantaði meira fyrst eins og þarna með þegar að vera að tala þarna, hvað er þarna pólitíkusa prófessorinn þarna. Hæ? Þarna sérfræðingurinn. Ég man gráðarinn. Varstu ekki hvað? Ekki hvernig Stefán Pálsson. Sem þannig er svona stjórnmála sérfræðingur. Er svona krullað grátt hár? Ég veit að hann er svona hvítt hár. Já, Armundur, hann er svona stjórnmála sérfræðingur. Ég man ekki hvernig grínin var það. Já. Það vantaði meira svona, þú veist, að Jói fel allt í hennu byrti, skilur. Það vantaði meira að fá einhvern annan sem er allt annar en þessi stjórnmálaprófessor að byrta sig svo Jói fel. Af hverju gæti ekki bara endað? Það var eiginlega besti sketsin held ég, með stjórnmálfræðingum. Hann er bara útlaðið pyrrað og síðan Jói fel allt í hennu mættur. Jói fel að búið til pítsu. Hvað er hann að gera? Sko ég held að þetta hefði átt að vera að búið þegar svona rétt eftir að Jói, þetta er alltaf langtið. Já, þetta er svolítið langtrið. Já, þetta er mikið langtrið. Mér finnst þetta að banka aðna. Og hörnir gamlir og hægir. Mér finnst þetta líka aðna eitt gott að segja aðna með þessi fóru til Bjarni Ben og með aðna öxina. Það var ágætt líka. Bjarni Ben með öxina? Nei, Bjarni Ben var ekki í þessu en þeir fóru. Já, hann og Hjálmar. Já, það var ágætt skett líka. Hvað voru þeir að gera? Þeir voru bara að brjótast inn, það var bara því, ef þeir bara ekki svara þá myndi þeir bara koma inn. Sko, ég var einmitt að segja, Mattías, svona hvort er Benny chaotic good eða chaotic evil? Hann er chaotic evil, þeir eru báðir chaotic evil. Nei, ég er að tala Fannar, fyrir ekki. Þeir eru báðir chaotic evil. Úlfur, þeir eru verslóðingar, þetta er chaotic evil. Er þeir verslóðar? Já, þeir eru verslóðingar. Er þá pabbi minn chaotic evil? Er hann verslóðingur? Já, ég hef oft sagt ykkur það. Ég var að segja W við pappa minn í árinu komingað. Já, eina af uppáhaldsmyndunum hans væri Planes, Trains and Automobiles. Já, ég sagði, come on, maður sagði nefna sem ekki. Já, hann heitir náttúrulega Úlfur Marnarsson. Ég sagði... Það fyrir ekki margir myndi að fatta. Úlfur Marnarsson. Ég sagði bara, come on, Marn og W. Útfrið. En af hverju gæti þetta ekki... 17 mínútur yfir, slaka það. Þetta er 2 myndir kannski. Já. En sko, ég held samt, sko, af hverju gæti ekki bara enda að löga Bergmann að skjóða það? Þannig Já, af hverju gæti þetta ekki bara enda að löga Bergmann að drepa það? Já, í endanum á jólaserinu fyrra. Þetta endaði þannig að Logi Bergmann Það endaði þannig að þeir voru að labba úr rúfhúsinu nema svo sáður allt í þannig að Loga Bergmann með haglabyssu. Það var ógeðslega fyndin sen. Ég held að það hefði bara endað þar. Það hefði bara fyndið svona random bara. En málið er að þeir En maður þarf að fagna upp á 10 ára afmælið. Þeir deyja aldrei. Já. Þeir eru ódreipandi. Þannig að bara eftir 10 ára það bara ennþá með þættina og hver skettir svona 5 myndir. Já. Nei, það er 10 mínútur skettar. Já. Þeir deyja aldrei. Þeir munu alltaf koma aftur. Mér langar svo mikið að búa til minnar eigin hraðfréttir. Sem eru bara svona mikil steipa. Það vantar bara Jóa Fel. Já. Meiri Jóa Fel. Hvað með að við hringjum í Jóa Fel í þessum þætti? Hvað er hann að Jóa.is? Ég veit ekki. Heitir hann eitthvað Jói Fel? Já. Nei, hann er bara ekki... Hann heitir Jói Felixson. Heitir hann ekki Jóhann Felixson eitthvað? Jói Fel! Jói Fel. Hvað ætlaðu að segja við hann? Hann heitir bara Jói Fel. Hvað er það að segja við hann? Það sé ræðfréttum á Vaka Vítsu. Já. En þetta er Jóhannes eitthvað. Jóhannes Felixson, já. Bakarinn í Garðabænum. Hann er
Ég veit ekki hvað sem býr í Garðabænum. Jói býr örugglega í Garðabænum. Hann gerir hvað sem hann, Jói. Já. Hefur við ekki kíkja á teygjuna? Teygjuna? Jú, við skulum kíkja hvort að teygjan samt að hana. Vikulega teygjucheckið. Nei, hann ekki jákvæmduris. Af hverju? En þegullinn. Já, ég bætti líka við öðrum hlut. Það sko þarna undir. Það enginn tjekka það. Undir? Já. Undir? Já, undir sko. Já, kíkjum. Þetta glöð. Undir? Undir þessu hérna, já. Nei, veitu. Hvað settur þarna undir? Það var hérna, nei. Nei, það var hérna. Ég sé því. Við tókum. Afsakið tæknilegir erfiðleikar. Vá. Hvað í gangi? Þeir eru bara að reyna að leita einhverju drasli sem við settu undir þessa 2 kassa sem eru við hliðina á þarna tölvunni. Hvernig þetta? Já, hvað það? Já, ok, heldur við með þáttinn. Áfram. Ok, heldur við en ég held að þú farið fyrst að svona. Það næst tíminn liður hratt. Og skulum fara. Mattías að hitta the nei. Já. Og skulum fara í fyrstu fluguna en núna. Já, góðan daginn og velkomin í Kveik. Hérna höfum við Bjarna Benediktsson, núverandi fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins með okkur hérna. Já, Bjarni. Takk fyrir mig. Það er gaman að koma hérna upp í Já, húsi. en seinast þegar við komst á þú væri ekki spenntur að koma. Og sagði það í síðustu. Já, ég er ekki spenntur að koma. Ég bara nenni ekki að vera hérna. Já. Langar að fara heim. Jafnvel þú sagði þú væri spenntur núna þegar þetta viðtal byrjaði. Nei, ég er alveg. Já, það er rétt sér. Ég er spenntur. Já. Þannig að þú getur beint ákveði. Nei. Þú ert aldrei fíbl. Þú ert aldrei spjálfi. Nei, já. Nei, en út að þú segir að þú væri ekki fíbl. Nei, ég er ekki bjálfi, nei. Nei. Bjarni, hvað er uppáhalds liturinn þinn? Það er grænt, sko. Já, þú er sagt, jafnvel þó í öllum viðtölum sagt það blár eins og sjálfstæðisflokkin. Já, blár, það er uppáhalds liturinn minn, blár. Já, þannig er það ekki grænt. Blár eins og fólkin. Nei. Og þú segir þá að þetta var grænt. Nei, bara, ég glemdi. Og glemdi hvað, þetta er liturinn í flokknum þinn. Já, það er blár. En alltaf, já, hvað, af hverju, ertu eitthvað feiminn að standa hérna einn með mér? Hvað meinarðu? Ertu eitthvað feiminn að standa hérna einn með mér? Nei. Nei, þú vildi fá Kristrún líka? Já, nei, ég... Nei, þú vildir, nei. En, Bjarni, þú veist nú, er slægi? Nei, bara, Ég fyrir svo sveitna svo mikið það. Já, ég bara vendi svo miklu einhaldi á fréttamannum bara. Þannig að pissa á þig, Bjarni? Já, ég bara er ekki að gera þetta. Að pissa á þig? Já. Í, ég er svo stærn. Hversu stóri fagbláður? Hvað er að fréttamannum í dag? Þú er bara ekki að hálfuti. Ég ætla núna að benda skringilega á borðið. Jésus, mátta hann orðin blöyt, maður. Já, bara... Hversu mikið pissaður? Ertu eitthvað feiman við mig? Nei. Ég vil fara í það. Er það satt að þú ert búin að vera að selja svona mikið Íslandsbanka? Nei, það er ekki satt. Og veistu, núna er fólk, núna er traustið þitt búin að steinja traustið og Katrínar, sem ég sagði. Já, en ég er ekki búin að selja nýtt Íslandsbanka. Já, Bjarni, þú ert að Jésus, hætt að pissa. Já, fyrir ekki, ég komst ekki á salatni á háteinum. Jésus. Já, er þarna, já. En já, Bjarni, og síðan, þannig að núna er búin að vera mikil skandalar í kringum þig. Nei, það er ekki múin að vera neina skandalar í kringum. Jafnvel þó að þú hafir neitað að opna hurðina fyrir blaðamönnum. Já, einmitt. Já. Og Bjarni, hvað vilt þú segja við blaðamennina? Mér langar bara að segja að Kristrún, hún er leiðileg. Já, Kristrún er leiðileg. Já.
Jafnvel þá seinst til þess að Kristján væri bara afar góð formar. Já, einmitt, já. Hún góð formar. Já, Bjarni. Þú getur sagt mér þegar það ekki allt í lagi. Já, bara ég orðið mér reiði núna. Jafnvel þá, já, Bjarni. Já. Bjarni. Já. Ekki gráta. Ég ekki að gráta. Ég bara verður við dag. Viltu vatnsglas? Nei. Já, seinst að við tælum viltu vatnsglas. Já, ég ætla að vatnsglas, já. Sigfinnur. Já. Kanntu við vatnsglas fyrir Bjarna? Já. En já. Nei, veistu hvað hann slepptur í? Hann búinn að pissa svo mikið. Já. En já. Já. En já, vatna. En Bjarni. Já. Bjarni. Já. Ég segja hitt. Já. Ég skotni þér. Já. Sigfinnur. Aðeins bara. Alltaf. Já, bara fjölmennar fólk í dag. Það bara svo bara heimst. Ég bara spá hvort þú vildi koma stundum út með mig. Bara fjölmennar fólk svo heimst í dag. Já. Já. Bjarni, viltu koma stundum út með mér? Nei, takk. Já. Ég góður. Já. Alltaf, maður skulle bara segja þetta gott. Já. Já. Sigfinnur. Farðu. Já. Já, funny fluga. Þetta voru funny flugur. Það svona nýtt Drepa catchphrase hjá mér. Já, ég held það sko. Funny fluga. Eins og Loki fannar. Já, Loki fannar, hvað gerst? Það var fyrstu svona 5 þættir að kalla konum. Það síðast eftir bara Loki fannar. Þetta var Loki fannar. En hvað ekki með Loki Benny? Ha? Já, sko, þetta, var þetta alltaf það að finna sem Loki fannar? Loki fannar. Þetta Loki fannar. Það var ekkert mikið grín í þessu. Hvaða máli skipti það? Þetta Loki fannar. Ég skil ekki akkur við vorum að nota sem Loki. Loki fannar. Segir við notuðum það mikið, við gleymdum því að það var í fyrstu 6 áttunum og þetta var eina sem var í gangi, sko. Loki fannar. Nei. Svo bara gleitum við svona muni eftir Loki fannar eins og við höfum ekki notað það bara í einu þætti eða eitthvað. Það var ekkert fyndið. Nei, það var ekkert með fyndið, sko, sorry. Þið eru svo neikvæðir á sunnudögum. Þetta var ekki fyndið. Ógeðslega leiðilegir. Þetta var bara ekkert fyndið. Hverjum ekki sama? Loki fannar. Hæ? Þið segja alltaf að eitthvað sé ekki fyndið þótt að þið voru þótt ég manna Mattías var í hláturskasti yfir þessu í fyrsta þætti. Þetta var ekki fyndið. En sko, já. Þetta var 7. bekkur. Ég bara spyrir hvað var grínið? Ekkert. Eitthvað grín í því að Jói felbirtist með pizza? Já, það er svo random. Það er ekki random að segja bara Loki fannar er líka random. Nei. Það er bara svo venjulegt. Loki fannar. Loki fannar, hvernig er það venjulegt? Ok, Loki. Og ég ætla bara að segja hvað Loki hrapp. Er þetta fyndið? Já. Loki hrapp. Já. Af hverju fer þetta ekki að hlæja? Loki hrapp. Ég hlæ ekki mjög oft upphátt. Ok, þetta getur orðið eins og skets úr saðgötum. Þetta er ekki fyndið. Jú, víst þarmundur. En þarna, við skulum halda á. Loki fannar. Ok. Já. Ekki að fara í flugu. Við erum búin að fara í flugu. En þarna. Tjóðs, viltu bara drífa hann og þátt af, Matti? Nei, ég er bara bulla. 6 centilina að Ég er bóla kókópass. Ég hata kókópass. En þarna, við vorum að fá spurningu á TikTok og við vorum að lofa að við ætlum að svara þessum mati. Já. Hvað meinarðu? Já, við fengum spurningu á TikTok. Ég segi bara sem svaraði þeim. Af hverju svaraður ekki bara þeirri spurningu í staðan þess að tala um eitthvað í 40 mínútur hvað Loki fannar sig ekki fyndið? Það er ekki hérna til þess að svara. Þannig að þetta er eitthvað vídeo fyrir eitthvað álur. Svo TikTok. Já. Og það svara einhver hérna, hvað ertu að segja? Þannig að ég er að spája og við getum svara sér þetta. Hvað var ég að segja í þessu vídeo? Já, ok, þannig að 1 fyrir á. Nei, heyrðu. Ég veit ekkert hvað ég var að segja, drengur, sko. Nei, við getum bara að spila það hérna. Spila, já, Armundur, hvað var ég að segja? Nei, ég man það ekki. Það er í vídeónu. Sendum þetta bara. Þetta er funny. Er hann með ASO TV logoið á prófílmyndinu? Er þetta sprenging? Og við veitum.
finnst bara eitthvað sem með komandi. Það hérna. Ég rauður á nefni í vídeóinu? Ég með rautt nef? Já, við erum að tala að vera leyningasar. Það vera mækjar. Penni Eymundsson. Það er bara... Hvað ég að segja? Fæ ég aldrei að finna út í hvað ég að segja? Þetta svo að segja. Það kallakofinn og það voru leyningasar. Já. Kannski gamall meðlumar jafnvel. Einmitt, hann beint við hliðina á mér. Kíkja á þennan. Við vitum ekki að síma. Hann vil ekki sérstaklega mynda. Já. En þú búið að vita hver það er á morgun. Ok, þannig að hvernig skilur hann ekki það sem ég að segja? Ég ekki bara setja þetta inn. Ohio started following. Já, þetta Ohio. Nei, þetta bara eitthvað Ohio started following. Ohio, Amerika. Hvað kjátaði þetta? Ohio. Akkur þú bara followa Karla hvað? Akkur ekki? Akkur ekki, ég veit það ekki. Vistu ekki hvað búið að vera í gangi á internetinu? Hvað búið að vera að tala mikið Ohio? Já, en hvað eru þau bara? Þetta bara eitthvað? Munið krakkar, það hægt að fylgja okkur á TikTok. Já, maður að gera fyllt einhverju funny. Já, ekki fyrir flug? Nei, ég byrja. Þú elskar þessa flug. En sko, en það núna allir svo mikið að grenja. Út af því, bara á Íslandi. Já. Vegna þess að Svali að hætta. Nei, það búið að hætta við. Þó að, já. Búið að hætta við? Já, hann átti aldrei að hætta, ég veit það. Hann átti ekki að hætta. Þetta var bara aðferð til þess að... Já, þetta var aðferð til þess að fæða mér í pinning. Ég vissi það áður en að þið sögðu að myndi að hætta við. Sko. En vegna þess að ég í alveg fyrir eitthvað pirrar út í svona. Þetta er bara sölu aðferð. Minnst það heimskulegt. Og ég, minnst þetta ekki vera gott til það. Að ljúga svona Íslendingum. Þetta er bara... Minnst þetta lögt. Þetta er bara trick in the book. Já, sko, já, mér finnst þetta samt, þú veist... Svali er eina fyrirtækið í heiminum sem hefur gert þetta. Ég er núna með nákvæða, við erum svona orðið frekar saman núna Svala. Bara, já, Svali hefði bara átt að hætta. Svali hefði bara átt að hætta. Þetta er bara heimskulegt fólk sem vinna þarna. Ég ætla ekki að fá mig Svala. Allavega í nokkrar. Ég ætla að kaupa hann þar í Svala í jólugjöf. Já, þá ætla ég bara að henda það í rusli strax og segja bara... Það er ekki nógu fallegt það er. Það er ekki nógu fallegt það er. Ef að ég gef þér Svali í jólagjöf þá verður augljóslega að drekka Svala. Það er kannski ekki mjög góð gjöf Svali bara. Já, ég gef þér heima að pakka. Já, ég myndi bara henda það. Af hverju? Og ég hata núna Þá ertu ekki góð vinnur. Nei, ég er bara núna að byrja að hata Svala. Fyrir að hafa gert eitthvað sem mjög mikið af öðrum fyrirtækjum hefur búið til. Þetta er samt bara... Já, en maður á að sniðganga öll svona fyrir. Þú veist, ef einhver sölumár og Tenerife myndi segja svona, are you from Iceland? My friend is from Iceland, skilur, sem er gömul aðferð í bókinni til þess að fá fólk til þess að kaupa dótið. Já, er ég þá bara fyrir að kaupa út þessi gæði þekkir Nei, ég er að spyrja, ætlarðu þá bara að hata hann fyrir að ljúga þér? Já, þá ekki að ljúga, sko. Ok, ég segi að við ætlum að byrja með okkur einu svona sraðfréttaþætti. Og þetta heitir fljót líðandi stundar. En hvað er þetta fyrirtæki sem að er með Svala? Það er hræðilegt. Það er Coca-Cola Company. Hvað var hringibrauðið sem bara, hvað er aðeins? Ég gerum það. Hvað með Er það bara þetta? Er Svali? Partner Nei, þetta er ekki. Mun þá fólk tala ensku? Nei, þú veist Coca-Cola með aðsetur á Íslandi. Hefur ekki séð Coca-Cola úr í Árbænum? Ég þá bara að segja, hvað er að ykkur? Ég ekki segja Coca-Cola úr í Árbænum. Nei, það er alveg Coca-Cola. Hvað í fokkunum er að ykkur bara? Það er mjög flott hús. Hvað ætlar að segja? Nei, það er ekki flott, það er ekki bara eitthvað svona mennilegt. ADHD mitt. Þetta lítur út svo í Bandaríkjunum. Sjáðu hérna, þetta er bara í Árbænum. Coca-Cola á Íslandi. Þetta er bara svo, þetta lítur bara sem segja Bandaríkjunum. Þetta lítur bara eins og hvert annað hús í Hraununum. Já, það er ekki í Hraununum. Hraunin í Hafnarfirði eða vestar. En já, Latti kom í Hjartastein. Hjartastein? Já, í Hafnarfirði. Já, ég vil að segja það, já. Og ásamt Björgvinni Halldórsson. Mér langar mjög mikið að fara, þú veist. Er ekki Björgvinni Halldórsson sem minn? Jú. En hvað, ég held að Siggi Sigurðs þetta líka það. Já. Hann var að fá næst. En alltaf, ég er sko að spója að fara. Eftir að vera Hafnarfjörð. Eftir að vera Hafnarfjörð.
og ætla sem taka mynda mér svona liggjandi á steinunum að slalta. Þetta er eitthvað sem svona mjög margir gera. Þú hafa hjartasteinn. Já, og þetta er svona, Úlfur, þú veist hvernig svona í LA og Hollywood. Það eru svona stjörnur svona guð. Já, þetta er þannig nefn bara fyrir Íslandinga úr Hafnarfirði. Þeir voru uppálega með stjörnum, bara hvernig höfundur þetta gera. En erum við þá bara með steina í staðinn? Nei, þetta kallast steinn út, þetta er búillusteinn, þetta er bara hella eins og hvernig. Þetta er bara eiginlega alveg eins og einnum bara... Þú sér ekkert sem er aðdanda. Að svona þegar mynda svona liggjandi á steinuna. Dauðu bara, sofandi. Fyrst held ég að hjartasteinn var einhver sjúkdómur. Nei, það er lungnasteinn. Já. Er það einu steinn? Já, ég hef það. Sem er hægt að fá. Er ekki lungnasteinn, er lifrasteinn. Eitthvað henni. En talandi svala, ég er alltaf búin að hafa þetta ömulega lag á heilum. Krakkalakka Sava. Nei, þetta svala lag sem þessi gæjar á TikTok. Þetta er ömulega. Já. Hæ? Já, þetta er þarna Vibe. Vaff-I-B, veistu hvað þetta er? Ég er eitthvað íslenska útgáfa þarna It's Corn-læginu. Já, það. Já. Ég er ennþá ekki Þetta er mægið. Ég hatt hann svo mikið, ég var náttúrulega. Já, og sko, þeir gerðu sko svalala. Þetta er svona versta lag í heimi. Ég ekki að spila það. Ég get alveg að spila það. Spila það, Armundur. Ég mun gera íslenska Erik Andrei show. Nei, mér langar að gera svona betri hraðfréttir bara. Ég er ekki að tala hraðfréttir, þetta hefur ekki neitt að gera með Ég veit, ég ekki að segja það. Ég spila þetta svalala. Já, takk. Þetta er bara ekki alltaf. Ok. Þannig að ég get ekki sett á Bluetooth, þannig að þið verður að hlusta þetta svona. Allir að tala að svala, því svali að fara, og það sorgistund. Svali, núna ertu farin, svali, ævintýra svali, appelsín og epla. Þetta fer í hyperpop playlistan á Spotify. Má ég sjá TikTok með þessu? Slett af þessu. Bro, allir að tala. Þessi gæjar voru að gera eitthvað lag með Villa Neto. Ha? Já. Fokk, Villa Neto bara komin í skítin. Hann gerir svona Villa Neto útgáfa þessu lagi. Svali. En aðra sorglega fréttir að Stjörnutorg í Kringlunni er búið að breyta nafni sinni í Kúmen. Sko, ég veila ekkert rosalega mikið á móti ég að vera breytis eitthvað. En þú veist, og ég veit að, já, Kúmen er sæðilnafn, það er nafn okkur sitt. Mamma mín og pabbi voru eitthvað að segja eitthvað, þú veist að þetta væri bara fólk, þetta er eitthvað svona úralt eitthvað 90s eitthvað, þarna mall shopping torg eitthvað svona sem er rosalega eitthvað úralt og ætti að breyta. Já, mér er bara alveg saman, það var ekkert að breyta þessu. Ég held að ætti að breyta þessu, þetta er ljótt. Fá samt eitthvað svona mathöll þarna. Já, ég skila, ekki fyrir þetta verður ekki mathöll. Þetta mun kalla sig sjálft mathöll, en það er ekki mathöll. Mathöll er ekki bara, það sem kallast á ensku food court. Food court. Það er food court, þannig eins og dómsalarstaði. Já. Þetta er bara staður, það sem eru margir staðir og þetta er bara eitt samir staður bara og það er öðruvísi mathöll út við mathöll þá þarf þú að þá er þetta ekki skyndibitastaðir, þetta eru aðeins fitnessstaðir en samt víst hálf skyndibiti, þú myndir ekki sjá mathöll þetta væri Metro, Burger King og pizza, það var ekki mathöll. En sko, þetta er samt bara svona verslunarmiðstöð, það þarf ekki að vera eitthvað. Já. Ég held að enginn sé að fara í Kringluna og líka þetta verða fá sér að borða eitthvað ríkan mat. Og líka þetta verða ennþá skyndibitastaðir. Haldið þið virkilega að einhverjir eins og Flatey, þetta er virkilega Flatey sé að fara að splæsa þarna, nei. Þetta verður bara Spyro og Jójós og eitthvað. Þannig að Örugglega ekki Jójós. Arnaldur, hvað myndi gerast ef að þú myndi sjá eitthvað thumbnail á YouTube eitthvað svona þannig að top 10 Icelandic people that are told to be very mean, þú veist eins og þarna sem við horfum á einu svona YouTube eitthvað svona mean people eitthvað. Þú væri bara þarna á listan. Já. Hvað myndir þú gera?
Myndirðu reporta? Ég myndi kommenta bara Djúlega saluti sem búið til þetta vídeo. Úlfur, ég held að það, nei, Arnbjörn, ég held að það sandar þetta alltaf. Já, það grínið, sko. En þannig að, hvað ef að ég var? Já, það kemur ekki óvart. Kemur ekki óvart? Þú sagðir N-orðið í síðastætti, þú þurfum að klippa það í burti. Ha, hvað? Já, Úlfur sagði N-orðið, þú þurfum að klippa það í burti. Heyrðu. Var þetta áður en ég mætti eða? Já, það var áður en ég mætti. Þetta sanna það að þú ert bara leiðileg mannsku, sko, en þess að þú ert að ljúga. Ok, ég að ljúga. Ok. Já, einmitt. Eða hvað? Okay. Einmitt! Eða hvað? Það kemur ekki, þú ert svona típan sem þetta segja N-orðið óvart. Við típan til, ég hef gert það. Ha? Já, óvart. Hvað varst að gera? Sungið ykkur lög sem hafa það eitthvað og bara, og þegar ég fatt að ég sagði það okay, þá er ég svona stimplað á pappi til að þau. Við erum ekki að fara að tala. Ég held að við ætlum að fara í sögursend. Já. Ég ætla að fara á samarnið, þannig að þið tveir geti gert það. Já. Þið er að flýta þannig þátt svo mikið. Já, það er bara Heyrðu, já, shit. Já, veistu hvað, tíminn er bara að líða hratt. Það eru svona 25 minnir eftir, sko. Já. Það fyrir við í klassísku. Leðum sem við bara búin að tala í. Það fyrir við í. Sögustundin okkar. Ég nefnski. Já. Góðan daginn, velkomin í sögustundin okkar. Við erum hérna með góðan gest og það er Hermundur Ingimar Baldvinsson Lyfdal. Já. Þú ert hérna út að þú ert búin að núna, þú ert að fara að boxa við Bjarna Ben. Ég er boxari, já. Já, þú ert boxari og þú ert að fara í box við Bjarna Ben. Hver tók burt? Akkur heyrist ekkert í mér? Nei, afskil. Já, svona, þú ert atvinni boxari og þú ert að og síðan hérna á 5. daginn á þakkagjörðinni með þess að og alþjóðlega teipaludeginum sem við minnum á 24. minni. Þá ert þú að fara að spila snefaleika á móti Bjarna Ben. Ég hata Bjarna Ben. Já, það er margir sem hata Bjarna Ben, það er margir sem halda með þér. Hanna, ert þú spenntur fyrir að boxumótunum? Já. Og já, og þarna, já, þannig að núna þetta er eitt af stærstu boxatburðum bara í sögu Íslands. Já. En hvernig fékkstu Bjarna Ben í að gera þetta? Hann er ekki ennþá búinn að samþykkja boðið. Nú. Og ég er mjög pirraður yfir því. Já, þú segir Sigfinnur Spaugstofan er afinum. Já. Þess vegna segi ég alltaf já. Já, já. En hérna, upplýsingarnar sem stenda á vefsíðunni og vefsíðu fyrirtækið sem er að styrkja það stendur þetta bara haldið heima hjá Bjarna Ben. Ég meik ekki að fara eitthvað út til Flórida eitthvað til þess að fá eitthvað Joe Rogan til þess að öskra mig eitthvað. Já, Joe Rogan er samt að koma til Íslands. Í alvörunni? Já, hann er að leika. Ég meik ekki þannig að sko. Nei, hann er sko hann er að lýsa þessu. Ég hlusta á eitt þátt og hann byrja strax eitthvað að væla Osborgar og byrja að gubba út allt og eitthvað. Já, en hann er að lýsa þessum leik. Og þarna, já, hann er að lýsa þessum leik og hann ætlar þú bara að fara inn til hans og byrja að boxa ef þetta verður haldið heima hjá honum. Sko, ég væri alveg til í að sleppa bara Bjarna Ben og byrja að ráðast á Joe Rogan í stað, sko. Nei, hann er sko, og hann er, ég held að þú getur ekki gert það. Hann er svo lítill. Já. Ég geti lamið hann í klessu, sko. Já. Getur við fara að tala með Bjarna Ben aftur? Nei. Ha? Nei, Joe Rogan. Nei, út af hverju viltu geta við Bjarna Ben? Út af hverju aldrei Bjarna Ben af öllum? Út af því að ég styð hann ekki. Já. Þarna, en já, núna, þú hefur verið... Hann er svo stórar hendur. Þú hefur verið kærður... Ég meika það ekki. Já, ger það ekki hrættan að boxa við hann út af hann hefur svo stórar hendur? Já, bara þess vegna ég segjum, ekki nota hanska, það gerir hendurna þína stærri. Þess vegna ætla ég að hafa hanska sem er í laginu svo venjulegar hendur, bara líta ekki út þessu boxhansa, skilurðu, þannig að líta út þessu ég sé að hafa bera hendurnar, nema ég er svona 2 sinnum stærri henduraldur en það sem Bjarni Ben hefur. En já, núna hefur þú verið... Svo þetta verið sanngjarnt. En já, núna hefur
þú verið kærður fyrir að kveiki í leiksvæði á Metro og drepa 4 börn, það satt? Nei. Já, ég bara þótt til mynd af þér að gera það. Þarna fór næstu því tigsið eða þarna Tourette syndrómið mitt svona, ég fór næstu því að segja já sko. Man þess að afi minn Sigfinnur. Ég fór næstu því að segja já sko. Ertu með Tourette? Ja. Ég veit það ekki sko, ég bara, þú veist, þetta hefur eitthvað að gera með afa minn sko. Já, ég held að sé en það sko. Ég veit ekki hvort að ég með Tourette. Fuck, heyrðu. Ég svo, þetta afi mér gaf mér en penna. Heyrðu, klippa þetta sko. Nei, þetta er beinni útsetningu maður. Klippa? Nei, við getum ekki klippt, þetta er beinni útsetningu. Klippar ekki einhver Arnaldur þegar hann þáttu eða eitthvað? Já, Arnmundur heitir hann. Hvaða nafn það? Bara nafn á honum. Bara þetta pennan er. Er það löglegt nafn? Já, það er löglegt nafn. Er það ekki eitthvað nafn úr Pólandi eða eitthvað? Nei, hvað með Arnmundur, hvernig er það úr Pólandi? Ekki settu bara pennan niður, ok? Nei, ég skal laga. Hvað í fokkanu gerður við? Já, hann var að tala hvað nafn eitt var heimskulegt. Er þetta þarna Arnaldur? Já, Arnmundur. Arnmundur, já, einmitt. Hérna pennan eftir. Hver er það? Þetta er einhver boksar sem ætlar að boksa fyrir Bjarna Ben. Og Joe Rogan. Og aðeins Sigfinnur og spurt og við og líka hann er býttu og aðna og hann er búin að greina sig sjálfur með Tourette og síðan líka er hann kærður fyrir að kveika í aðna leikfræði á Metro og drepa 4 börn. Sem ég gerði ekki. Það er til mynd af honum að gera það. Nei. Og af hverju rúfannu þetta? Hæ? Nei, veit hann ætlar að boksa fyrir Bjarna Ben heima hjá honum en Bjarna Ben er ekki alltaf búin að svara það. Er þetta ekki bara hálföldu? Hæ, nei, hann býr á Akranesi. Ég bý á Arnarnesi sko. Akranesi. Arnarnesi. Nei, hann Ég keipti kókain alltaf sko. Hann býr á Akranesi. Ég slóst við Floyd Mayweather sko. Af hverju? Ég tapaði á mótið honum sko. Ég sagði hann búin að fara í fangelsi 14 sinnum. Hvernig hver ákvað að fá þarna í viðtal? Já, ef ekki bara Já, Arnaldur, þú verður að fara í buxur. Þú verður að klippa þarna þegar ég þarna mölva þennan penna. Heyrðu, líka færði yngra buxur maður. Ekki bara byrja henn. Þú ert með lítið tippi. Ég er reyndar með eitthvað, þú veist. Ég fór nefnilega í svona tittlinga aðgerð og fór eitthvað. Nei, Jesús, ekki standu. Afi minn Sigfinnur. Er alltaf þessi hefur hún eitthvað tíma sagt farðu í buxur maður. Nei, þess vegna líður eins og ég hef Tourette syndrom, þess að ég fer alltaf næstu í að segja já sko. Nei, farðu í buxur fyrst. Já. Jesús. Líka þú ert með marbletti á fórhúðinni. Hver var þessi gaur þarna? Ég veit einhver. Hann var bera neðan? Já. Hver er líka með marbletti á fórhúðinni? Já. Örugglega, sko, ég veit ekki hvaða slag hann er búinn að vera í, sko. Hann sko einhver boxari. En það boxari. lítur út fyrir að Joe Rogan hefur skaklað hann beint í netinu. Hvernig veist þú þetta, Úlfur? Er þú að fylgjast með það? Nei, bara vegna að ég veit að Joe Rogan hefur eitthvað að gera með WWE Hvað er lengi með þessi nýju gleraugu? Ég fekk það í gær. Nú, var þetta svona veikindagjöf? Veikinda? Nei, þetta var bara eitthvað sem við búin að plana, sko. En ég heldur þú fyrir aðra flug? Aðra flugum? Ef ekki að tala smá? Ja. Nei, það er bara alveg komið tími fyrir flug, sko. Ég ætla að alltaf sé aðeins komið tími. Bara alveg komið tími fyrir flug, sko. Hvað er fluga núna? Ég er að spá. Fluga núna? Já, fluga. Alla malla dí-dong, hvað segir þið litlu krakkaskattar, ha? Já. Litlu rækjurnar mínar. Já, þetta er hann, Guðjón, hann mun kenna ykkur. Guðjón, já. Proppi. Þú ert nýrkennari hérna fyrir aðra. Já. Þú ætlar að leysa af með Ingibjörg er í veikindaleyfi. Já. Þannig að segja hæ við Guðjón, krakkar. Hæ. Já. Bara eitt sem sagði hæ, frábært, gekkja. Já.
Náttúrfjallar. Viltu ekki segja svona frá þér, Guðjón minn? Ég heiti Guðjón. Já. Og í dag erum við að fara að tala kynnsjúkdóma. Við vorum kannski að tala meira bara svona. Krakkar, ég vil láta ykkur vita að þegar til þess að koma í veg fyrir að ekki fá kynnsjúkdóma. Hvað er kynnsjúkdómi? Við vorum að tala við svona stafrófið. Alltaf að nota smokka, krakkar. Kannski bara kæða. Þið viljið ekki fá Alzheimer, krakkar. Þetta meira svona fyrir unglingastíð. Þú veit núna að kenna öðru þú veist ekkert hvað litli krakkar er að pæla undan það. Hvað er kynnsjúkdómi? Kynnsjúkdómur er þegar eitthvað gerist við þig eftir að þú stundar mög. Er það svona eins og STD? Nei, það er ekki svo STD, það er meira svo AIDS. Nei, er ekki STD sexually transmitted disease? Ok, já, þú hefur rétt fyrir. Þú ert greinlega einhver kennar og sleikja, ég veit ekki hvað sko, einhver sófusjeni. Nei, ég veit alveg um þetta. En eitt annað sko, til þess að fræða ykkur aðeins kynnsjúkdóma. Ég er með gonorrhea, ég er með hepatitis B, ég er með chlamydíu, ég er með allt. Guðjón. Þess vegna fengum við Jóhann Alfreð til þess að fræða okkur aðeins meira um þetta mál. Já, ég er Jóhann Alfreð. Þú talar mikið. Já, ég tala mikið. Er þú með svona kynnsjúkdóm? Hann veit mikið um kynnsjúkdóman að hann ætla aðeins að fara betur um þetta. Ég var bara að heyra. Þú ert komið skjá fyrir aftan En ég var bara að heyra að þú væri pappans. Guðjón, ert þú pappans Einars? Jóhann Alfreð, við ætlum ekki að fara yfir þetta en þú ætlar að fara yfir kynnsjúkdóma. Yfir bækurnar, það voru koma ný bók sem heitir kynnsjúkdómar. Jólabókaflóðið. Jólabókaflóðið og það voru koma ný bók eftir Guðjón sem heitir kynnsjúkdómar og krakkar sem fjallar unga krakkar sem greinast kynnsjúkdóma. Eins og ég. Gerist það á Reykjum? Já, það gerist á Reykjum en skemmtileg staðreynd, þú missir sveindumarinn á Reykjum. Já, með kennarunum. Með kennarunum Ingibjörgu sem núna í veikindaleyfi. Sorry, ég misti þetta út um mér. Já. En við viljum líka fara yfir næsta skjámt vegna þess að þú ert líka með að gefa út nýja DFD-disk sem er sem sagt vídeo af Blá spóla föld í Walt Disney plötu spólu. Þið getur fengið það og þú leikur í aukahlutverki. Við erum að fræða kynnsjúkdóma Jóhann Alfreð, ekki mynd eftir Baltasar Kormák. Já, ég er ekki búin að heyra þessu. Þú leikur í þessari mynd. Ok. Þú leikur svona hans. Ég hefði aldrei átt að fá þig enga Jóhann Alfreð en meira stafróið. Ég ætla bara að hengja mig. Hvað út af því það? Stafróið. Nei. A, B, C, D, E, F, G. Kynnsjúkdómar. Guðjón, þetta er Sverrir hérna. Af hverju varst að læsa minn í skápun? Annars að þú ert leiður. Þau getur ekki fara að læra um kynnsjúkdóma. Mér langar að læra um kynnsjúkdóma sem ég hef. Já, einmitt. A, B, C, D, E, F, G, AIDS. Ég get líka bara tekið hinn bekkina með Ingibjörg í veikindaleyfi. Nei. Ég get alveg tekið 2 bekki. Ég er með þetta, Sverrir. Já. Ég er með þetta. Já. Þú ert ekki Sveppi. Nei, ég heiti... Þú ert Sverrir. Þetta er Sverrir Pétursson. Einmitt. Já. Þú minnir mig á Sigurjón heiti ég Ólafsson. Já, og bróðir minn. Hvað er í gangi? Við erum að fara að læra um kynnsjúkdóma. Getur við lært um kynþróskan? Ég er búin að klára nafninu á 2 mínútur. Hár á pungin, hár á tippið, hár á eyrnaloppurnar. Ertu vissum að þú ert að fara... Þetta er námsefnið fyrir 8. bekkin. Þetta er annar bekkur. Og hvað er sannurinn að gera við hennar vegg? Við ætlum að horfa á einu sinni var á meðan ætla ég að fara inn í að læsa sjálfa mig inn í skáp. Já, ég ætla þessi bara góð hugmynd. Einmitt. Já, krakkar. Nú skulum við læra um kynlíf. Hvað er það? Fanny Finnflöð. Já, þú Fanny Finnflöð. Takk fyrir þetta. En ég var að horfa á þessar, maður 2 nýjar Marlon Wayans. Marlon Wayans? Já. Var á White Chicks. Það heyrist ekki, já, einmitt, gaur.
Já, ekki. Já, ég horfði á White Chicks í hér. Já, og það þarna. Það ekki það góð mynd. Nei, ég að tala hvað var hin myndin. Þú sagðist það var 2. Já, ég ætla að segja White Chicks. White Chicks. Hún ágætt. Whiteface, já, sem veit ég alveg hvað sér hlutur, allavega. Hún alltaf læg, það getur hort á hana. Og síðan horfði ég í morgun myndina Sextuplets. Já, gaur. Hvað hefur að segja hana? Ég náði ekki að klára hana. Ég man, Ívar, vinur minn, hann sagði að Sextuplets eina ófyndnustu myndum sem hann hefur séð á ævi sinni. Já. Mér var sennilega nú ágætt. Já, þú veist, hann hefur svo sterkar skoðanir yfir, þú veist, hvað fyndið og hvað ekki að Ívar, hann bara, þú veist, hann sagði að þetta væri bara eitt af ófinnasta sem hann hefur séð á ævi sinni, sko. Já, mér finnst það alltaf að vera ágætt mynd. Marlon Wayans. Wayans. Hvenær deyr hann? Örgulega bráðum. Viltu að hann bara deyr? Nei, ég vil ekki að hann deyr. Mér líður eins og að hann mun deyja ykkur tíma bara á morgun eða hvað eitthvað flugur. Hvað myndi hann deyja? Nei, ég bara leita loftast í kerfi. En þannig ef ekki að hringja? Nei, ég bara leita. Ef að hringja í... Nei, ætlum við ekki að... Hringjum í pappa hans smatta. Ætlum við ekki að hringja fólk að segja hamsturinn datt? Jú. En það var náttúrulega sem við gerum með Reykjavík-útrúnum. Fyrir kom ekki öll út. Nei. En þá hringdum við í að það var... Það fannst ég fara að hringja fóreldrar sinna og segja hamsturinn datt. Ekki segja neitt meira, það bara hamsturinn datt. Og það var funny. Þú veist, hvað með við bara hringjum í eitthvað og við segjum bara hamsturinn datt og svo segjum við bara ekkert annað þegar bara eitthvað, halló. Hvað er að gera það? Þú skalt gera, ég gera alltaf eitthvað. Það er ekki funny. Hættu, Matti! Hvað ég bara segja mínu skoðun, Úlfur? Hamsturinn datt! Nei, það ekki fyndið. Hamsturinn datt. Það ekki fyndið, Úlfur. Hamsturinn datt. Úlfur, hlustaðu á mig. Og hlustaðu ekki á hana fólk. Úlfur, horfðu á mig. Og lætur svo lítið bærtina. Það ekki fyndið. Það ekki fyndið. Ok. Farðu aftur í borðin. Hætt að slefa. Úlfur, það er slef á gerðustunni. Hvað maður hringja að fá í innramvarn eitthvað sem við séum mjög mikla aðdóðandur. Hæ? Kannski. Við prófaðum þess að hringja eitthvað svo innrammarinn, eitthvað svona mjög venjulega búð. Innrammaðurinn. Innrammarinn. Þetta svona staður þar svo kemur mynd og þetta ramma á myndina. Þetta er bara svona venjulega búð, því ég er mjög mikla aðdóðandur. Og segi, hvað er eitthvað svona, einhver svona, við spyrum hérna, Geirþrúður að vinna í dag? Nei. Geirþrúður. Hvað með, Þá venjast þessu nafn. hvað með Steinblór er hann að vinna? Nú. Hver er að vinna í dag? Lendu öll nefnin á starfsmönnum sem vinna í þessari vinnu. Er þetta ekki svona phone sex operation? Er þetta ekki svona hotline? Hvað er alveg tíminn? Þetta er alveg... Nei, mitt er að þykka það. Þú hringir tíma sem það? Nei. Armundur, hvernig tímar þú með? Þú veist, það gæti verið, sko. Hvernig tímar þú með? Þetta er iPhone 13. Við notum alltaf síman þinn fyrir eitthvað. Já, en bara, við skulum, ég vil ekki alltaf, núna er bara fullt af fólki með símarunum mitt og þú segir bara hvaða hálfviti með þetta símanúmer. Prófa núna að nota símanúmerið þitt. Það getur hann að virka með Bluetooth, síman virkar ekki með Bluetooth lengur. Þinn? Nei, prófa bara þinn. Hvað er þetta? Innrammarinn. Innrammarinn. Hvað er þetta að hringja? Já. Hvað er þetta að segja hotline? Ég ger eitthvað annað. Haltu að þið séu opin á sunnudögum. Hvað sé lúkaði hann? Ég meina það er sunnudagur. Já, sundar. Þetta lokið allt þar. En það var ekki bara eitthvað í fólk sem þetta ekki.
Nei, fengjum einhver fyrirtæki. Ég skal gera bara eitthvað síst. Laugavegur. 50 Hvað með að við hringjum í einhverja skrifstofu sem í þessum húsum sem enginn veit, þú veist? Gull og silfur EHF verkstæði. Það er óbúð á snönda. Hvað með við hringjum í bíla, þóttastu? Yes. Þú komin í samband og gull og silfur. Vinsalegast bíðið. Velkomin. Í sjónvarpsþáttunum. Baðhús. Þetta er útvarpsþáttur. Baðkeks. Þetta eru komið góða gestinga til okkar. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þeir eru komið nökkvafjallar. Já. Yndisleg falsk tónlist að spila hér. Já. Núna segðu mér nökkvafjallar, hvað... Ég er núna að spila risalegin. Hvað fær þig til þess að... Nökkvi, þú ert ekki verið að spila dinosaur game. Nei, en bara ég er ekki með eitt en eitthvað. Listin. Nökkvi. Já, listin. Ég málaði myndingar. Þú málaði myndingar? Já, og hún heitir Fólkið á ströndin á Benidorm. Og er fólk á ströndinni í Benidorm? Já, það nakið fólk á ströndinni í Benidorm. Og ég er svona búin að fela fólk. Nökkvifjallar, ertu í graður? Ég held að sé lokað. Já, það er... Heldurðu það? Þetta var svo ótrúlega. Ég myndir ekki að hringja í gull og silfur. Það myndir ekki vera það lengi, sko. Hvað við hringjum í gráa köttin? 32. Hvað við hringjum í tækir? Lemon Akureyri, það er opið. Hvað við hringjum í tækir og kemur einhver dönsk kettling eitthvað? Hvað ætlar að segja? Ok, ég ætla að segja eitthvað. Er Halldóra að vinna hjá okkur núna? Hún er svona 30, lágvaxin. Svo er bara actually einhver sem vinnur sem heitir Halldóra. Já, halló. Ég ætla bara að láta þið vita, já. Ef hún kemur í vinnuna, þá langar mig að getur þú sagt henni að hamsturinn datt. Getur Gera hún. Ok. Hvað í fólkum? Þú gleymdir að slökkva á opninu. Lemon og Akureyri. Veldu 1 fyrir afgreiðslu, veldu 2 fyrir opnuðutíma, veldu 3 til að fá samband við skrifstofu. Lemon Akureyri, góðan daginn. Já, góðan daginn. Er Halldóra að vinna hjá ykkur núna? Nei. Nei, ok. Ef hún kemur, hún er svona lágvaxin, svona í kringum 40, með glerugu. Ef hún kemur, getur það sagt henni að hamsturinn datt. Já, bye. Það er kannski aðeins átt að bíða eftir viðbröðum. Okay. Hvað getur þú gert hérna? Hvað finnst þetta? Hvað ertu að gera? Hvað finnst þér hana áströlsku konuna hana? Leikkonan hana? Hana ljósarða hana? Hver? Sem leik í Pitch Perfect hana? Pitch Perfect? Ég hef ekki séð Pitch Perfect. Þú er að horfa á hana. Ég horfa líka Owen Wilson að myndi ég. Owen Wilson? Já. Wedding Crashers. Já. Er ekki svo líka The Internship? Með nákvæmlega sömu gaurun. Já. Það sem þeir reyna að fá vinnu hjá Google án þess að vita neitt hvernig tölvur virka. En að Will Ferrell ná að geggjaður í Wedding Crashers. Var hann í því? Já, hann kom með cameo í lokin og það var að finna þess að við myndina. Hann var frábær í myndina. Alveg svo hvernig hann var frábær í The Office. Nefn að fólk hata hann svo mikið. Er eitthvað að hringja ykkur á fræði? Ég er bara að reyna að finna eitthvað inn á Laugaveginum. Já. Af hverju heldur að fólk hataði Will Ferrell í The Office? Alda Hotel. Þannig að það var svo leiðilegur gauð. Já, hann hafði eitthvað áhuga á starfsfólkinu og hann var svo feiminn alltaf og Lemon. fólki fannst ekki bara leiðilegt að Steve Carell var að hætta. Já, fólk vill alltaf, þú veist, hafa eitthvað mannst ekki í hérna, mannst líka ekki í hérna, það var eitthvað allir að borða köku, þegar var eitthvað svona kveðjupartí, já, Michael. Og hann Hvað ég næ í kokka? Svona, já, ok.
hann tók svona, setti svona hendin í kökuna og tróddi svona fullt svona köku. Ok, ég bara gera þetta saman en bara kannski aðeins að bíða. Æja. Ekki setja þetta á TikTok þá. Nei, ég maður langar bara að eða. Ótti þetta í þætti. Komið sæl og verið Hann að fara að svara. Jens, hætt að sleikja hurðina. Hvað er kokka? Kokka er ekkert að svara. En þá getum við hringt í hérna... Gráa köttin. Þeir eru örugglega lokaðir. Kjólar og konfekt. Tiger. Ég verði að hringa í kjólar og konfekt. Hvað er þið móðið? Þeir eru opin. Open for business. Hvað er hann? Hættu. Eiginmaður minn elskar að sleikja hurða núna. Kjólar og konfekt, góðan daginn. Já, góðan daginn. Er Halldóra að vinna núna? Nei, hún er ekki að vinna núna. Já, ef að hún kemur, Já, ég held hún komið seinni í dag, ef hún kemur, hún er hérna kringum 30, lágvaxin, með svart hár og glerugu. Geturðu sagt henni það að hamsturinn hans Jens datt? Já, hamsturinn hans já, Jens bæ. Ok. Það var bara haldið og það var á bóðum stöðum sem við Nei, það getur ekki Svo bara kemur einhver 30 lágvaxin kona sem er svartar með glerugu. Heyrðu, hamsturinn hans Jens datt. Ha? Hver í fokkanum með Jens? Prófum að ringa eitthvað. Prófum að gera eitthvað nýtt. Gerum eitthvað nýtt, eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Já. Prófa að... Við hringjum í bílabúð Benna og stynjum. Nei. Það... Ég veit ég alveg það. Má ég fá lánaða sápu? Við langar actually að gera það, við langar að hringja í bílabúð Benna og segja, má ég fá lánaða sápu? Gjör það. Og hvað er númerið hjá bílabúð Benna? Já, mútið þitt. Ég svo bara fann það alveg. Getum við ekki bara að nota síman þinn eins og þannig að ég án þess að nota Bluetooth? Ha? Mér langar ekki að nota síman minn. Jú, þú þarft að nota síman. Ég þorið það ekki. Þorið þig? Já, þið þorið því, ekki ég. Já, hvað heldur að sé bara eitthvað gæja frá að koma okkar? Ert þú með þetta hérna númer? Ég er með myrða. Fuck. Já, það er bara komið tíma fyrir það að gera eitthvað. Nei, bara ég nota þeim. Nei, hvað er við bara tölum? Nei, ég sjá mín. Nei. Ég ætla að hringja í hennan Benna. Ég skal finna Er Benni hjá ykkur? Ég skal finna... Má ég fá lánaða sápu, Benni? Ok, þannig að númerið... Já, það er lokað. Nei! Er ekki einhver önnur bílaþvottastöð? Bílafóttastöð, þetta er bílabúð. Ok, eitthvað svona sem tengis bílum. Askja. Askja. Já, bílumbúð, það er lokað. Er Askja að vinna hjá ykkur? Askja. Ekki, það er lokað. Hvað með ég segi fyrst? Góðan daginn, er þetta bílabúð Benna? Nú er það svona, nei. Já, má ég fá lánaða sápu? Ok, hvað er bara N1? N1. Æja. Þetta er bara höfustöðar N1. Ok. Ok, þannig að það er 4, 0. En hvað ef ég hringi í þá í framtíðin og þau muni, halló, er þetta að klikkaða hverjum aftur? Ok, og 1000. Það er það sem ég er mesta áhyggjur yfir. 1000. 1000. Já. Nei, það er 440, ekki 1. 0, 1000. Já, ríkja. Og spíkur. Og haldu við hana. Já. Ok. Góðan dag. Þú hefur náð sambandi við N1. You have reached N1. Press 9 for English. Þjónustuver okkar er opið mánudaga til 5 daga frá 8 til 17 og föstudaga frá 8 til 16:15.
Ef erindið aðkallandi, minnum við á bakvaktin okkar í síma 440 1001. Einnig viljum við benda á að hægt að finna upplýsingar vörur og þjónustu á vefsíðu okkar n1.is. Þetta Simmi Will? Hvað, á ég að íta á press 9 fyrir English? Þetta ok, hvað, eitthvað Bíla. Ólís. Hvað 515 1000? 515. Allir bara líka við það. Þú komin í samband við. Þetta hjá Olíuverslun Íslands HF Ólís. Press 9 for English. Skrifstofan opin virka daga frá 8:30 til 16:30. Á já.is að finna beint innvart til einstaklinga og hringdu bara hvað í fólk í síma, sko. Nei, ég vil klukktíma búinn, ég bara landa þetta. Nei. Hvað hringi í frænku mín og óskar mér til hamingju með afmælið? Já. Hringdu bara, af hverju með alla ættinguna í síma, sko? Af hverju ert þú með skara skrýbó á símaskráninu? Ertu að segja að þú fannst miklu meira að hringi í skara skrýbó heldur en fjölskyldum meðlimir þína? Hvað, ert þú bara alltaf að hringja bara í frængu? Nei, en það er alveg gott að hafa þau. Þú hefur eitthvað Þorsteinn Guðmundsson og... Við vorum að hringja inn í karlinn. Já, en hann svaraði ekki. Já. Myndi frænka þig gera eitthvað slíkt? Eins og Þorsteinn Guðmundur gerði þér í karlinn. En þá skulum við brenda það. Já. Við minnum að við erum öll mennstu samfélagsmiðlum og allt. Við erum á Facebook. Við erum á Twitter. Já. Sem að getur verið að hætta. Við erum á Instagram. Og við erum með heimasíðu. En við getum hægt ef við Og við erum með TikTok. En við getum hægt með að vera með þá samfélagsmiðla ef þið viljið. Það er bara alveg upp á ykkur komið. Þegar samt okkur skilaboð á karlakofin@gmail.com. Ef það er eitthvað sem þið vilja að við gerum fyrir ykkur. Eða bara erindi. Við minnum líka að við erum núna komin á cameo.com. Gefa okkur 5.000 krónur fyrir eina afmæliskveðju fyrir ættingja þína og vini. Og þetta er per mannskjana, 15.000 krónur fyrir okkur alla. Já, þetta er bara alveg svo hvað Stöð 2 þarf fyrir því til þess að fá árs Áskrift. Já. Þannig að farið inn á Cameo. Nei. En takk fyrir að hlusta. Við sjáumst í næstu viku þegar það verður þakka kæru þáttur. Njótið heil. Já.